Þá skoðum við samlagningaraðferðardæmi þar sem að þarf að lengja báðar jöfnurnar og aðra jöfnuna þarf að lengja með mínustölu til þess að fá það að önnur óþekkta stærðin sé með eina neikvæða stærð og eina jákvæða. Þannig að jafna sem við fáum er 3x pluss 4y jafnt og 2 og svo 2x pluss 5y jafnt og 6. Ég ætla að lengja x-in eða hugsa lengja þannig að x-in verði af sama fjölda og ég ætla að lengja efri jöfnuna þá með mínustölu. Þannig ég lengi alla jöfnuna með -2 og neðri jöfnuna til þess að fá sama fjölda af x-um lengi ég með 3. Skrifa jöfnunar alveg upp á nýtt. Já, þá -6x -8y eru jafnt og -4 og hin jafnan er að 6x pluss 15y séu jafnt og 18. Þessar tvær jöfnur get ég lagt saman og x-in detta út og ég fæ að 7y séu jafnt og 14. Deili það með 7 báðum megin og fæ út að y séu jafnt og 2. Set það inn í fyrri jöfnuna hérna uppi. Þannig að 3x pluss 4 sinnum 2 í staðinn fyrir y-ið eru jafnt og 2. 3x pluss 8 eru þá jafnt og 2. Ég tek 8 af báðum megin í jöfnunni og 3x er þá jafnt og -6. Deili með 3 báðum megin og x verður jafnt og -2 og lausn jafnanna verður -2, 2.